færa þig. Velkomin á samkomu, gaman að sjá ykkur. Við erum komin til þess að lyfta saman, lyfta honum upp saman hér í dag, maður heyra amen. En ég segi yður, þannig verður meiri fögnur á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Lúkasar Guðspjall 15. kapli 7. vers. En við ætlum að gefa honum dýrðin í dag því að hann verðugur, hann á alla lofgjörð og alla tign til. Hann á allt, hann yfir öllu, hann í okkur og við getum komið eins og við erum til hans og hann tekur á móti okkur. Má ég heyra amen. Við ætlum að lofa hann í dag. Halleluja, takk Jesus. Við ræður þjóðunum, réttur og sannur, skín eins og sólin, syndrandi ljóma, konungur dýrðar, konungur konungar. Þetta undranna, þetta hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var á það syndakross. Þú gafst lífið þitt, að frelsa gæti. Með þökk færa þig. Takk Jesus. Verður risinn konungurinn, verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungurinn, verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungurinn, verður lambið sem fórnaði sér. Verður risinn konungurinn, verður. Þetta undranna, þetta hinn sanna. Hann dó í okkar stað, var á það syndakross. Þú gafst lífið þitt, að frelsa gæti. Ó, Jesus minn lofsöng, með þökk færa þig. Þig og tegnum þig. Halleluja. Hann verðugur. Halleluja. Hann hér. Open the door and make waves. The King's in the room. The King's in the room, expecting for strongholds to break, 'cause we know you
to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, chain has to break, trap rolls away, prepare the way. Oh, fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, chain has to break, trap rolls away, prepare the way. The King is in the room. Oh, we roll you up on our faith. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We lay down all of our crown. The King is in the room. The King is in the room. Prepare the way. Prepare the way. He's in the room. Prepare the way. Prepare the way. He's in the room. Takk Jesus, halleluja. Hér kemur eitt gamalt og gott sem við ætlum að syngja saman. Helgist þitt nafn. Drottinn, við köllum á þig, drottinn Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
það er svo magnað þegar við fáum að lyfta hans nafni frá okkur, að við sem einstaklingar, að við sem mannveru fáum að lofa þann sem er allt vald á himn og jörðu. Hann hefur allt vald, himn og jörðu og undir jörðu og hvar sem þú leitar, og við fáum þann heiður á að lofa hann. Mér finnst það alltaf jafn magnað að upplifa það. En við ætlum að taka hérna næst gratitude, sem við ætlum öll að taka til okkar. Þakklæti. Oh, my world falls short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must sing, and you never do. So I throw up my hand, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for my heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got just one move, with all obvious word, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. It's all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for my heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Hey.
So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else before you, except for my heart singing hallelujah, Jesús, magnað. Og allir líðurinn sagði amen. Við ætlum að halda áfram í lofgjörð. Við ætlum bara núna að svissa þessum gír. Við erum búin að læra það nánast að hverju einustu samkomi núna í heilt ár, hvað það er mikilvægt að gefa og hvað það er hluti af lofgjörðin okkar. Og hvað erum við þegar við erum að gera, þegar við erum að gefa, þá erum við að sá inn í ríki Guðs. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að ríki Guðs á að setja fjármagn í alls konar þætti sem skipta máli. Við erum að hjálpa til dæmis kirkju á Filippseyjum, við erum að hjálpa fólki, við erum að hjálpa til dæmis einstæðum mæðrum sem eiga ekki nógu mikið til þess að hafa í sig og á börnin sín. Þannig að við erum að gera ýmsa hluti, vinir. Og það er svo mikilvægt, aftur, Drottinn þarf ekki á fjármagni okkar að halda. Þetta snýst ekki það. En við sem eru hluti á söfnu, við sem eru hluti af líkama Guðs, við gefum út af því það er blessun að gefa. Við gefum út af því að okkur hefur verið gefið. Guð hefur gefið mér gott líf og ég gef út af því ég elska Drottinn. Og mér langar bara til þess að hvetja kirkjuna til þess að hafa þetta hugafar. Gefum að tíma okkar, gefum að kærleika okkar, gefum að öllu því sem að Guð hefur gefið okkur og sjáu því hvernig Guð blessar glaðan gjafara. Rísum að fætur. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig í dag. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að gullið og silfrið er allt þitt. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú vil gefa flestum okkur góða vinnu, Drottinn minn. Þú vil gefa okkur andadrátt, þú vil gefa okkur heilsu, Drottinn, til þess að stunda vinnu eða eignast pening. Og Drottinn, við þráum að heiðra þig, ekki bara með lofgjörð okkar, með höndunum uppliftum, heldur með öllu okkar. Og við byrjum þig að margfalda það sem við gefum hér í dag, Drottinn. Verði þinn vilji, Drottinn. Verði þinn vilji hér í dag og alla daga. Og við byrjum í Jesú nafni og við höldum áfram í lofgjörð þegar við gefum í Jesú nafni. Falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest. Your name stands above the law. Your throne and dominions, all power and positions. Your name stands above the law. And the angels cry, holy,
you've been with me. Sing a song forever to them. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you're lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Amen, takk Jesus. Við erum aðeins lengur í lofgjörð, halleluja. Takk Jesus, við lofum þig. Ég digla þig. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the
of the goodness of God. Takk Jesus, halleluja. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Takk Jesus, ég lofi þig þetta. Við heiðrum nafnið Guðs. Trúfastur Guð, halleluja. Við lofum þig og við tilbiðjum nafn þitt, halleluja. Amen og amen. Dýr sé þér, Jesús. Það er kraftur hér í dag. Það er blessun hér í dag. Það er alla daga blessun. Amen. Gunnar minn, ef þú getur komið og sagt nokkur orð áður en mamma tekur við og fer að predika. Dýr sé þér, Jesús. Hvernig var að gefa þessum snillingum gott klapp? Takk. Þú Babi, átti ekki að byrja á 5 mínútum með það? Jæja, ok. Ég fæði 4:30. Heyri, mér langar núna, svona næstu svona vikur, frá að skoða nokkra hluti úr Galatabréfinu. Ef þið eru eitthvað að velta fyrir ykkur á okkur í Galatabréfi, á okkur byrja á okkur ekki bara á okkur öðru bréfi. Ég hefði getað gert það, en af því að Galatabréfi er svo, hvað er svona forward, hvað er það á íslensku? Það er svona beint. Já, það er bara eitt sem að Páll er svona að leggja fyrir Galatamönnum. Það er að fagnaðindi náðarinnar gildir eitt og sér, réttlæti af trú, fyrirgefning syndana, allt bara fyrir trú. Og mér langar svona að taka nokkur eins og ég segi, nokkra vikur, svona fara í nokkur vers í Galatabréfinu. Þetta er 3. kafli. Þetta er, ég gleymi ekki þegar að Guð opinberaði mér þennan kafla og það lögst svona upp fyrir mig hvað Páll var raunverulega að segja í Galatabréfinu. Það bara, ég uppgötaði bara nýtt frelsi í Guði, sko. Þetta var stórkostleg opinberun sem ég fekk, sko. Herri, ok, við ætlum að brjóta niður í 3. kafla frá 15 til 16. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eykur við staðfesta arfleiðsluskrá, enda þótt hún sé aðeins að manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abrahams og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum eins og margir ættu hlut, heldur niðja þínum eins og einn er að ræða og það er Kristur. Ég er eiginlega að stoppa akkurat þegar ég er að koma að samhenginu, en við ætlum bara að taka þessi 2 vers. Svo munum við fara aðeins betri í þessa hluti. Ok, hérna er Páll, hann eins og segir, hann er að taka dæmi úr mannlegu lífi. Eitthvað sem maður hefur að gera í mörg þúsund ár er að búa til erfðaskrá. Og punkturinn á Páli er þessi, maður getur ekki breytt mannlegri erfðaskrá, hvernig í ósköpunum, ég get ekki komið inn á ykkar heimili og breytt ykkar erfðaskrá. Ég hef ekkert vald til þess, ég get það ekki. Oftast er þetta bara einhverju lögfræðingar í dag, eitthvað svoleiðis, en það getur engin mann, einhver einstaklingur utanákomandi breytt inn í erfðaskrá. Hvað þá ætlum við að breyta erfðaskrá frá Guði? Það er ennþá ómögulegra. Þið spáðið þess í þessu, sko. Ok, og þegar við notum þetta erfðaskrá, þá erum við að meina, sko, þetta er í rauninni samningur sem er að ræða, sko. Og samningurinn, eins og þið viti, hann er gefinn hann fyrir Abraham. Og núna þurfum við kannski aðeins að rifja upp. Sumir þekki þessa sögu mjög vel, en hún er mikilvægt fyrir okkur að skilja hver boðskapur náðarinnar er. Ok, ég ætla bara orða þessa hluti, þið getið lesið köllun Abrahams bara í 1. Mósebók.
Abraham sem sagt kallar á Guði, hann sem sagt fyrsti gyðingurinn okkar, eða fyrsti gyðingurinn. Hann rauninni fær köllun frá Guði, ég ætla að blessa þig, ég ætla að gefa þér son og hann mun vera sonur og það mun koma sem sagt ættleikur og einn daginn myndi koma frelsari heimsins. Það rauninni samningur sem Abraham gerði frá Guði. Og Abraham sem sagt finna við þetta, hann sem sagt frá Írak. Bara mér varst þetta mjög fyndið þegar ég fór að stúdera þetta sjálfur. Ok, en svo gerist það. Abraham fær sem sagt, hann óhlýnaðist Guði. Hann fær sem sagt, hann var búinn að bíða í mörg ár eftir að fá son sinn, en það ekkert að gerast. Þannig að hvað gerir hann? Hann óhlýnast og fær son, hann fæði son sem við köllum soninn hann Ísmael með ambátt Söru. Sem í dag svolítið merkilegt. Í dag vilja margir meina að ættleikurinn hans Ísmael sé raun og veru til Arabana. Þannig að múslimar og Arabar, þetta voru ekki fæddir óvinir, þetta voru fæddir bræður upprunalega. Og Abraham var sameiginlegur forfaðir þeirra. En ok, nóg það. Það ekki það sem við erum að skoða hér. Og út frá þessu, hann gerir hann sáttmála, samning, og í raun og veru Páll að verja þarna, eða hann að útskýra fagnaðindi náðarinnar, hvernig þetta byrjaði hérna. Hérna sýnir hann okkur hérna frá upphæði, þá þegar búið að ætla að koma ætlunarverkið hans, að koma einn dag með frelsara heimsins í Jesú Kristi. Og þetta sýnir hvað Guð staðfastur. Við munum fara betri í þessa hluti seinna mér. Það að segja hvernig lögmálið hafði bara ekkert fyrirheit Guðs að gera á nokkurn hátt. Og von mín fyrir þessar vikur einfaldlega að þið sjáuð þetta frelsi sem býr í Kristi. Sumir vilja fara í blöndunina eins og Galatamenn, en Páll að segja að það ekki fagnaðarerindi, þú hefur farið frá fagnaðarerindri. Hann fer svo hart í þetta, en höfum ykkur ágjör, við förum aðeins í þessa hluti seinna mér. Ég löngu búinn með tíma minn, sko. Jesús, ég þakka þér, Drottinn minn, hvað þú ert trúfastur, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að sem 2 eða 3 eru saman komnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesús. Ég þakka þér að sem að Hebreabréf 6 segir okkur, þessi von sem við eigum í þér, þetta akkeri sálarinn okkar, Jesús. Það ekkert sem getur tekið þetta í burtu, þetta von okkar að við munum einn daginn upprísa með þér á himnum, Jesús. Við fengum réttlæti af trú, við fengum fyrirgefnu syndarinnar fyrir trú og ég bið, Drottinn minn, að við fáum opinberunarskilning frá þessu fagnaðarerindi náðarinn, Jesús, hvað þetta býður, Jesús. Ekki það að við þurfum að vinna okkur inn verk, þá þetta ekki lengur náð, heldur þetta orðið eitthvað allt annað fagnaðarerindi, Jesús. En ég bara bið, Drottinn minn, fyrir mömmu og þegar hún talar orð þitt og meður smyrja varinnar og tungu, Jesús, og biðum fyrir því að allir okkar göngu að gefa þitt dýrðina. Í Jesú nafni, amen. Yndislegur. Takk, Jesús. Amen. Þið tilbúin? Þið tilbúin? Halleluja. Lokum aðeins augum okkar. Drottinn, ég bið að koma og tala til okkar hér í dag. Ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir að þú upplýsir sálarsjón okkar. Drottinn, viltu tala til okkar og þegar fólk heyrir orð þitt hér í dag, mætti það ekki bara vera orð sem að ég tala heldur andi og líf. Mætti það kveikja löngun hjá okkur, ekki vera bara heyrendur orðsins, heldur líka gjörendur. Og Drottinn, við leggjum allt í þínar hendur. Viltu opinbera vilja þinn hér í dag? Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði. Amen. Mér langar til þess að tala efni sem ótrúlega mikilvægt. Og efni sem ég hef í rauninni oft á tíðum verið að díla við í mínu eigin lífi. Og mér finnst oft gott að koma með predikun sem ég hef í rauninni gengið fram í sjálf og veit hvað ég að tala. Það rosalega erfitt að koma með opinberun til fólks þar sem að þú hefur ekki gengið sjálfur og þar sem þú í rauninni átt ekki þar sem að þú ert að predika. Segjandi það, þá ég enn að glíma glímu og við munum halda áfram að glímu þangað til við förum heim til Drottins. Það bara þannig. En mér langar til þess að tala efni sem heitir þetta. Allir menn getur kannski sett upp titilinn. Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði.
Og vinir, allt og margir kristnir eru ofurseldir vígum. Vígi sem að búa í hjarta viðkomandi, vígi sem að búa í huga viðkomandi, vígi sem að koma upp við ólíklegustu aðstæður sem gera það verkum að við náum ekki að lifa 100% því lífi sem okkur er ætlað að lifa. Guð sagði, óvinurinn er komin til að stela, slátra og eyða, en ég er komin til að gefa þig líf í gnægð. Og vinir, við búum í fattri veröld. Það þýðir það að allt sem í rauninni gerist í þessari veröld verður litað af synd, verður litað af einhvers konar brogun, einhverjum hlutum sem eru ekki kannski alveg eins og þeir eiga að vera. Og vinir, þessi vígi hafa með það að gera að við höfum sjálf syndgað. Við höfum leyft lyginni að taka bólfestu í hjart okkar og jafnvel í hug okkar. Og það sem að Guð vill gera er að hann vill leiðrétta stefnun okkar. Það sem hann vill gera er að brjóta niður öll vígi í þínu lífi þannig að þú getur lifa lífi sem er heilbrigt, sem að gefa gnægð, sem að hjálpa þér að ganga beina brautir. Guð elskar þig. Hann er með þér í liði. Hann þráir að þú gangir beinar brautir og þú sért ekki ráfandi til og frá eftir sér hverjum kenningavindi kennir ritningin. Vígi er orð sem að Biblía notar yfir hluti eins og fíkn, eins og ótta eða reiði eða biturleika eða hluti sem að koma upp í okkar huga og okkar hugsun, stundum eins og ósjálfrátt. Hafði ekki tekið eftir því að það er bara nánast eins og það fara eftir hvernig maður vaknar á morgnana, hvernig dagurinn verður. Hafði ekki farið einhvern veginn skringilegum megin fram úr rúminu og allt í einu dagurinn einhvern veginn hálf brogaður. Það eru vígi. Það er það sem að Biblían kennir að eru vígi. Og vinir, Drottinn vill gefa okkur sigur yfir vígum hugans. Hann vill gefa okkur sigur yfir vígum sem hafa jafnvel verið sett á okkur. Sökum bara veraldar sem er brotin. Hann þráir að gefa okkur sigur. Og hann vill hjálpa okkur að lifa þannig lífi að eftir sér tekið. Vinir, við eigum að vera ljós eins og á lampi, eins og lampastandi. Við eigum að vera augsýnileg fyrir öllum. Þegar allir að geta séð ljós okkar. Það er það sem að Guð vill. Og hann þráir að líf okkar sé þannig. Má ég heyra amen. Aftur, heimurinn notar annan orðalag á tímum fíkn, áföll, afleiðingar af alls konar sem hefur komið í lífiðinu getur verið vígi. Hvað orsakar vígi? Eða hvernig virkar vígi? Við getum séð það til dæmis í hennu náttúrulega. Á heimilum okkar allra er væntanlega reykskynjari. Og hann fer í gang ef að reykur kemur. Og tilfinningar okkar eru til dæmis eins og reykskynjari sem fer í gang. Allt í einu fara tilfinningarna okkar út og suður, upp og niður og það er reykskynjari sem fer í gang. Og við erum ofta að díla við reykskynjaran. Við erum ofta að díla við það svo mikið læti í reykskynjaranum. Drottinn, viltu hjálpa mér, það er reiði í hjarta mínu. En við skiljum ekki að það er grundvöllur fyrir reiðinni. Við þurfum að fara í orsökina. Við þurfum að rífa upp rótina af því sem að veldur okkur þessum vandkvæðum. Við þurfum að koma gegn djöflunum og hann mun flýja, kennir ritningin. Má ég heyra amen. Þannig að reykskynjarinn eru tilfinningarnar okkar og hann fer í gang þegar tilfinningarnar okkar ber okkur ofurliði. Og allt inni finnum við það er eitthvað ekki eins og það á að vera. Og vinir, of margir kristnir lifa tilfinningarlegu kristnu lífi. Vinir, við eigum að lifa í andanum. Vinir, andinn, hann stríðir gegn holdinu. Og það er andinn sem þarf að trompa. Þegar ég fer fram úr á morgnana þá þarf ég að velja að fylgja Drottni. Ég þarf að velja það að gera vilja Guðs. Ég þarf að velja Drottinn á hverjum einasta degi. Og þannig byrja ég gönguna út í daginn. Má ég heyra amen, halleluja. Og ég ætla bara að leggja áherslu á þetta með því að fara í Jóhannes 8:36. Og hér kemur svo berlega fram hvað Guð hefur gert fyrir okkur.
ef sonurinn frelsar yður, munu þið sannarlega vera frjálsir. Og ég ítreka þetta aftur, ef sonurinn frelsar yður, munu þið sannarlega vera frjálsir. 2. Korinthubréf 3:17, drottin andinn og þar sem andi drottins þar frelsi. Þar leysing. Halleluja. Og hvað vígi? Jú, vígi hugsanamunstur. Sjónarhorn, þaðan sem þú sérð alla hluti. Og vinir, því miður það þannig að flestir kristnir einstaklingar glíma við einhvers konar vígi. Og við áttum okkur ekki oft á því að Guð hefur gefið okkur frelsi í gegnum sonans Jesú. Og Guð hefur gefið okkur tæki og tól til þess að rífa niður sérhvert vígi óvinarins. Við þurfum ekki að lifa þannig lífi að við sem undir. Í okkur býr upprisu kraftur hins hæsta. Jesú býr innra með þér. Það þýðir að sá sem að reis upp frá dauðum býr innra með þér. Það þýðir að sá sem gekk á vatni býr innra með þér. Það þýðir að þegar þú gengur í gegnum erfiðleika, þegar ótti kemur, það áttu sigur fyrir blóð lambsins. Hann þinn. Þú þarf bara að leysa hann út og ganga fram í sigrinum. Það það sem að Guð vill kenna okkur. Og vinir, þetta er leksía og þetta er mikilvægt að læra. Og mér langar til þess að fara í 2. Korinthubréf 10:14. Því að vopnin sem ég nota ekki jarnesk, heldur máttu vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Og þetta Páll að tala. Og hann segir, ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði og hertek sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Og mér langar bara til að segja aðeins samhengið af þessum versum. Páll að skrifa til Korintumanna. Páll beittur penni. Hann magnaður penni. Gunnar var að tala Galatabréfið. Páll skrifaði Galatabréfið. Páll reyndar skrifar megnið eða mjög stóran part af Nýja testamentinu. Páll var magnaður maður. Hann var rosalega öflugur penni. En þegar hann mætti eigin persónu, þá var hann ekki eins dramatískur. Og þarna Páll í rauninni að verja sig gagnvart fólki sem hafði komið inn í Korintu og var að gera lítið úr Páli. Og vinir, í svona kringumstæðum þegar við upplifum eins og fólk sé að koma gegn okkur, að þá nótum við rosalega oft mannleg vopn. Við förum að segja, já, það nú ekkert að marka þessa mannesku. Hún bara svona og svona. Og við förum að nota þessi mannlegu vopn til þess að svara fyrir okkur. En það sem að Páll að kenna okkur, að það allt andlegt í þessu lífi. Það allt andlegt og Páll hefði getað tekið þetta inn fyrir skinnið á sér og hann hefði getað látið þetta hafa áhrif á hvernig hann í rauninni framgekk í sinni köllun en hann ákvað að gera það ekki. Og vinir í dag, í staðinn fyrir að láta það sem hérna úti, ákveða það hvernig við bregðumst við kringumstæðum lífsins, þá þurfum við að spyrja drottinn. Hvað í rauninni að gerast hérna? Hvað að gerast hérna? Af hverju komið svona gegn mér? Og vinir, Guð hefur ekki tekið okkur af kringumstæðunum til þess að láta kringumstæðurnar rústa okkur. Hann hefur gefið okkur vald yfir kringumstæðunum. Og við þurfum að ganga fram í því valdi sem að Guð hefur gefið okkur. Má ég heyra amen? Og við þurfum að taka mark á Páli þegar hann segir, ég ætla að binda sérhverja hugsmíði, allt sem að hreykir sér upp gegn þekkingunni. Og vitið það, vinir, mér hefur verið hafnað. Þegar ég var ung að þá gekk ég gegnum mikið einelti. En vinir, við getum notað það sem hlut af reynslunni í reynslubankan okkar og staðið upp og gert vilja Guðs, eða við getum farið og látið þetta sem að gerðist verða lygi í okkar lífi. Okkar valið. Og vinir, þarna stendur Páll frammi fyrir þessum kringumstæðum og hann ákveður að láta ekki orð annara skilgreina sjálfan sig.
Hann segir, ég ætla að hertaka sérhverja hugsun til hlýðni, ég ætla að rífa niður sérhvert vígi. Og vinir, í dag að þá þurfum við að nota andleg vopn þegar við förum í svona kringumstæður. Við þurfum að rífa niður vígi. Við þurfum að passa það að láta ekki álit annara gera það verkum að við séum svona eða hinsegin. Við þurfum að standa upp og verða þær manneskjur sem að Guð hefur kallað okkur til þess að vera. Má ég heyra amen? Og vinir, það sem að óvinur gerir aftur og aftur, hann skapar vígi. Hann býr til alls konar að þú verð að trúa lyginni. Kannski eitthvað sem að þú gekkst í gegnum þegar þú varst bara barn. Kannski var einhver vondur við þig þegar þú varst barn. Kannski hefur einhver misnotað þig þegar þú varst barn og þú verð alltaf að trúa að þú sett minni enn. En það er ekkert slíkt í Guði. Þetta eru hugsmíðar og þetta er lygi. Og vinir, ef að þú leyfir hugsmíðum að verða hluta lífið þínu, þá mun allt líf þitt verða algjörlega mótað af einhverju hugsun sem er ekki eins og sannleikur. Við þurfum að passa okkur hvað við leyfum að verða í hug okkar. Allar þínar hugsanir eru ekki sannleikur. Ég ætla að segja þetta aftur, allar þínar hugsanir eru ekki sannleikur. Stundum er þetta bara hugsmíðar. Stundum er þetta bara eitthvað sem að óvinur reynir að planta í huga þínum til þess að þú farir af leið. Eða þetta hertaki allt líf þitt. Og allt í einu fer óttinn að verða allsráðandi í öllu því sem þú ert að gera. Og þú verður að taka rangar ákvarðanir. Og vinir, við þurfum að passa okkur að við höfum köllun. Við þurfum að setja augu okkur á Jesú og við þurfum að fylgja Jesú. Við þurfum ekki að láta svona hugsmíðar eyðileggja fyrir okkur lífið sem að Guð hefur fyrir okkur. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að hvað er hugsmíðar? Hugsanamynstur. Það er hugsanamynstur. Og vinir, við getum ekki kýlt reiðina. Við getum ekki sparkað í vonbrigði. Það er bara ekki hægt. Já, ég veit það. Það kemur sumum óvart. Takk, Jesús. Og við verðum þess vegna að glíma við þetta með andlegum hætti. Og getur verið, vinir, hlustiði nú, getur verið að ástæðan fyrir því að þú ert alltaf í sömu kringumstæðunum aftur og aftur og aftur er að þú nú ert að nota veraldleg vopn. Þú ert að reyna að deyfa þetta með því að drekka þig fullan. Þú ert að reyna að deyfa þetta með því að taka eitthvað inn. Þú ert að reyna að deyfa eitthvað með því að stunda kynlíf með öllum. Þú ert að reyna að deyfa þetta með því að gera þetta og hitt. Þetta eru vígi. Vinir, hlustið á mig, þetta eru vígi. Og vígin eru til þess að sigra þau. Þau eru til þess að rífa það niður og sigra þau. Og reyndar segir orðið að vígi sem eru rifið niður, það er eins og múrsteinar sem eru teknir, það er ekki einn múrsteinn sem á að vera eftir. Það sem hann vil gera fyrir þig er að hann vil gefa þér nýja sýn á lífið. Hann vil rífa niður þessar gömlu hugsmíðar. Allt sem að reiki sér upp gegn þekkingunni á syni Guðs. Og vinni, það er magnað. Og af hverju? Út af því að hann elskar þig. Það er út af því að hann elskar þig. Hann vill þér vel. Hann vill sjá líf í gnægð. Þetta er góð predikun. Halleluja. Halleluja. Getur verið að þetta sé ástæðan fyrir því að þú ert í sömu kringumstæðunum aftur og aftur og aftur. Þegar óvinurinn lýgur á okkur, aftur og aftur og aftur. Og þegar þú samþykkir lygina, hlustið á þetta, þegar þú samþykkir lygina, þá kemur vígi. Er það að hlusta á mig? Þegar þú samþykkir lygina, þá ertu komið með vígi. Það er issue. Og Guð vil rífa niður vígið. Hann vil taka niður vígið þannig að ekki einn múrsteinn sé eftir. Þessi söngur í hugunum, ég er ekki nóg. Ég er bara mistök. Ég er bara þetta, ég er bara hitt. Þú ert dýrmætt barn
Guðs. Ég ætla að segja þetta aftur, þú ert dýrmætt barn Guðs. Allir hér inni eru dýrmætt barn Guðs. Og vinni, Guð vill að þér vegni vel. Guð vill að þú sért ekki allt lífið að díla við reykskynjara. Hann vill að þú farir í orsökina. Hann vill að þú rífir upp hugsmíðar. Allt sem að reykir sér upp gegn þekkingunni á Guði. Halleluja, þetta er gott. Halleluja. Hérna kemur Jóhannesi 8:31. Þá sagði Jesús við gyðinga sem tekið hafði trúa hann: ef þér farið eftir því sem ég segi, þeir sannir lærisveina mínir og munið þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gera ykkur frjálsa. Ég ætla að lesa eitt sem þið hefur kannski lesið yfir. En hérna er það, ef þið farið eftir því sem ég segi. Það er ekki nóg að heyra. Ef þið farið eftir því sem ég segi, þá mun sannleikurinn gera ykkur frjálsa. Þannig að valið er alltaf okkar hér í dag. Valið er okkar. Við getum verið að heyra sannleikann, en spurningin er, ætlum við að láta lygina endalaust hafa tak í líf okkar? Nei. Ég segi bara nei takk. Ég kýs að lifa ekki lífi mínu eftir einhverju lygi sem er ekki sannleikur Guðs. Ég kýs að skipta út lyginni fyrir sannleika Guðs. Og vinir, ég legg til þess að við gerum það hér í dag. Við brjótum niður sérhverja hugsmíð. Mér langar aðeins að fara í hvernig opinberast vígi. Sálmur 109. Þitt orð er lampi fóta minn og ljós á vegi mínum. Hvað gerir Drottinn þegar hann er að sýna okkur vígin í okkar hjarta? Hann gefur okkur orð. Og orðið hans er þannig að hann kveikir ljós. Þitt orð er lampi fóta minna. Og við erum þess vegna svo mikilvægt að lesa orð Guðs, því að það er lampi. Það lýsir upp vígin. Þú fer alltaf inn að sjá með skýrari hætti. Hans orð er lampi fóta minna. Orðið hreinsar okkur. Orðið hreinsar hug okkar. Og vinir, ég þarf að fá hreinsun inn í huga minn, þannig að ég hugsi ekki einhverja vitleysu alla daga. Númer 2, heilagur andi kennir okkur. Og í Jóhannesi 14:26 stendur: en hjálparinn, andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt ykkur. Finnst ykkur þetta ekki blessað? Allt, hann talar um allt sem ég hef sagt ykkur. Jóhannes 16:13, en þegar andinn sannleikans kemur, mun hann leiða ykkur í allan sannleikann. Vinir, hann hefur endalausa sannleika að gefa þér, þess vegna þarf að vera í orðinu. Hann mun leiða ykkur í allan sannleikann. Það sem hann segir yður hefur hann ekki frá sjálfu sér, heldur mun hann segja ykkur það sem hann heyrir og kunngjörðu það sem koma á. Númer 3, þú lærir í gegnum hirða og kennara. Títus 1:3, hann á að vera fasteldin við áræðanlega orð sem kennt hefur verið til þess að hann sé fær bæði að uppörfa með henni heilnæmu kenningu og rekja þá sem á móti mæla. Og mér langar aðeins að stoppa við þetta vers. Í kirkju Guðs í dag því miður rosalega mikið óheilnæma kenningu. Við þurfum að vera greinandi á það hvað er gott og hvað er rétt. Vinir, heilnæm kenning. Við getum ekki verið þannig að við förum bara til og frá eftir sérhverjum kenningavindi. Guð er að leggja áherslu á heilnæma kenningu. Við eigum ekki að taka við einhverju svona bulli. Og af hverju skiptir þetta máli? Því að það er líka lygi sem að getur slæðst inn í líf þitt og þú verður að trúa einhverju bulli. Heilnæm kenning skiptir máli. Þannig að veljið ykkur, ef að þú ert hér í dag og þú ert ekki búin að velja kirkju, veldu Smára kirkju. Nei, ég segi svona. Veldu kirkju sem að predikar orðið. Veldu kirkju sem að predikar ómengað orð Guðs. Vertu kirkju sem er ekki vók. Vertu kirkju sem þorir að tala sannleikann. Vertu kirkju sem að tala synd sé synd. Ekki verið í ykkur kirkju sem að getur ekki einu sinni staðið með Kristi.
Þannig að það eru þessi 3 atriði, orðið, heilagur andi og leyfðu fólki að fræða þig. Til þess eru hirðar, til þess eru kennarar. En vinir, ekki trúa bara mér. Farðu heim og skoðaðu hvort að ég sé að tala ykkur að vitleysu eða hvort þetta sé orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt. Hann getur talað við beint. Halleluja. Þannig að ef að þú passar þetta þrennt, þá mun lygin koma í ljós. Og þegar Guð hefur opinberað lygina, hvað gerist þá? Jú, hann segir að þið getið sigrað. Hvernig getum við sigrað? Og við ætlum að fara betur í það og það er í Efesus 6. Þegar hann er búin að opinbera lygina, hvað gerist þá? Að lokum styrkist í drottni, í krafti máttar hans. Finnst ykkur þetta ekki gott? Styrkist í drottni. Vinir, alveg svo Davíð konungur þegar maður búin að missa allt, hann hresti sig upp í Guði sínum. Hann hresti sig upp í Guði sínum. Styrkist í drottni. Númer 11, klæðist alvæpni Guðs til þess að geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna, þessa myrkus, við anda fyrir vonskunar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu. Aftur vinir, við þurfum að veita mótstöðu á hinum vonda degi. Og haldi vellið þegar þið hafið sigrað allt. Og hérna er það betur útskýrt, standið í girt sannleika lendar. Og á þessum tíma, ég ætla bara aðeins setja punkt þarna. Á þessum tíma þegar menn voru að setja á sig alvæpni fyrir bardaga, að þá var það lendin, það var í rauninni beltið sem að hélt öllu uppi. Og hvað segir ritningin? Það er sannleikurinn sem að þú þarft að girða lendar þínar. Það er sannleikurinn sem að mun halda brynjunni á réttum stað. Það er sannleikurinn sem að mun gera þig frjálsa. Það er sannleikurinn sem að heldur öllu uppi. Vinir, það er ekki lygin. Það er sannleikurinn. Það er sannleikurinn. Og svo höldum við hérna áfram. Standið í girt sannleikum lendar ykkar, klæddir réttlætinu sem brynju. Af hverju? Því að við erum brynjuð með réttlæti. Við getum ekki látið óvinnin vera að minnast á eitthvað gamalt, því að við erum brynjuð með réttlæti. Við erum undir blóði lambsins. Við erum réttlætt fyrir blóð Krists, ekki satt. Þannig að við minnum óvinnin á. Ég er hérna með brynju. Þú getur ekki sagt neitt. Þetta er löngu komið í gleymskunar haf og Guð er búin að fyrirgefa mér þetta allt saman. Eru allir á lífi hér í dag? Halló. Þannig að við erum klætt brynju. Það þýðir að við tökum ekki á móti hverju sem er og brynjan, hún er yfir hjartað. Hvað við stundum leifum að fara inn í hjart okkar. Trúin nefnilega, hún fer frá því að vera lygi, hún fer inn í hug okkar og hún endar í hjartan okkar. Og það sem að Guð vill gera er hann vill brynja okkur fyrir skeytum óvinarins. Hann vill að þú vitir að þú ert blessað barn Guðs, ekki út af því að þú ert fullkomin. Það er engin fullkomin. Þetta kemur Möggu óvart, hún hélt hún væri fullkomin. Það er engin fullkomin nema Guð. Og vinir, Guð er ekki að leita eftir fullkomnu fólki. Hann er að leita eftir heiðarlegu fólki. Fólki sem er tilbúið að leita hans í anda og sannleika. Þannig að brynjan, hún fer yfir brjóstið. Höldum áfram. Og skóða fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboð frið. Taki umfram allt skjöld trúarinnar. Og vinir, skjöldurinn varveitur okkur frá skotum óvinnarins. Það er bara þannig. Takið umfram allt skjöld trúarinnar þar sem þið getur slögt með öll logandi skeyti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins. Og vinir, hjálmurinn er auðvitað fer yfir höfuð okkar. Og vinir, vandamálið okkar fyrst og fremst er hausinn á okkur. Vinir, við erum með óvinni hinnu ytra, en flestir óvinnir okkar eru hér. Það er lygi sem við höfum trúað. Og það sem að Guð er að kenna okkur er að trúa sér, ekki lyginni.
Ekki trúa því sem að heimurinn hefur sagt þér. Ekki trúa því sem að kringumstæðurnar þínar hafa sagt þér. Trúðu honum. Og svo að lokum, sverð andans, orð Guðs. Og ég vil leggja áherslu á eitt, það stendur, þú átt að klæðast alvæpninu. Við tölum jú, það alveg rétt. Það engin verk, en trúni fylgja alltaf verk. Ef þú trúir, þá koma verk sjálfkrafa. Og vinni, það sem við verum að passa það að klæða okkur í alvæpni Guðs á hverjum einasta degi. Við þurfum að biðja Guð að varðveita hug okkar. Við þurfum að biðja Guð að varðveita hjart okkar. Við þurfum að biðja Guð að leiðrétta hugsun okkar. Leiðrétta stefnuna. Því að við höfum stundum trúa lygi. Það bara þannig. Þess vegna svo mikilvægt að klæðast þessu alvæpni á hverjum einasta degi, þannig að óvinurinn fá ekki pláss í lífi okkar. Og það sem við þurfum að gera aftur, sverðið líka mynd upp á orð Guðs. Það sker, en það líka græðir. Og það orð Guðs, vinir, sem við þurfum til að endurforrita. Við þurfum að endurforrita hugsun okkar. Við þurfum að leyfa Guði að heila þvó okkur. Ég veit að þetta mjög controversial. En við erum öll heilaþvegin af einhverju sem hefur gengið á í okkar lífi. Ég bara segja ykkur það. Það eru allir með einhverju svona sýn á lífið út frá reynslu. En Guð vill gefa okkur nýja sýn og hann reyndar segir að við eigum að fljúga upp sem ernir. Hvernig sýn hafa ernir? Þeir geta hort í átt að sólu án þess að það skaði augun þeirra eða neitt. Örninn lítur á vond veður sem áskorun að fljúga hærra. Hann vil gefa okkur þetta mentality í líf okkar. Hann þráir að gefa okkur sýn sem öðruvísi frá öðri stað. Það það sem hann að kenna okkur. Og við þurfum að taka á móti því. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að girtur sannleika. Við þurfum að leyfa Guð að endurforrita hug okkar. Hvernig gerum við það? Með því að eyða tíma í orði hans. Við þurfum að biðja til hans. Við þurfum að segja honum frá því ef að lygin kemur upp. Viðurkenndu lygina. Viðurkenndu lygina og byrju Guð að hreinsa lygina burt. Því hann vil rífa niður sérhvert vígi. Það bara þannig. Mér langar rétt að lokum að minnast á nokkra hluti. Út af því að orð Guðs algjörlega magnað. Hversu margir vita orð Guðs magnað? Það truflað. Og mér langar til að sýna ykkur hérna svolítið sem mynd upp okkar andlegu göngu í dag. Þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi, þá var það 10. plágan, þeir settu blóð á dyrastafina, trén og það allt saman og engil dauðans gekk framhjá. Og Faraó leysti Ísraelsmenn út úr prísundinni. Þeir hafði verið 430 ár sem þrælar í Egyptalandi. Guð hafði lofað þeim, þau áttu eftir að fá land og hann hleypti þeim út, Faraó. Og það mynd upp á það þegar við tökum á móti Jesú Kristi sem leiðtoga lífs okkar. Þegar fóru yfir Rauðahafið, þá það mynd upp á það þegar við tökum á okkur nafn Jesús í skírninni. Þetta rauninni byrjun að skref á hverju göngu sem kristinn einstaklingur. Við tökum við Jesú og við tökum skírn. Það biblíulegt, má ég heyra amen. Við tökum við Jesú og svo tökum við skírn. Nema hvað að þeir fóru inn í eyðimörkina. Og eyðimörku gangan átti í raun að vera bara 2-3 vikur. En út af því að þeir lærðu svo illa af reynslunni, þá voru þeir í reynslunni aftur og fóru hring eftir hring í 40 ár. Í 40 ár. Og vinir, ég vil ekki að vígin í mínu lífi verði 40 ára reynsla. Ég vil að þegar vígin koma upp í lífi mínu, að ég geti séð það og ég geti rifið það niður fyrir heilan anda. Það sem ég langar að benda ykkur á, að í eyðimörkinni þá mættu þeir þjóðum sem að Guð gaf þeim sigur yfir. Og ég ætla að nefna nokkur dæmi. Hlustiði nú. Amalekítar. Vitið hvað Amalekítar þýðir? Það þýðir þrenging.
Það þýðir að vera ósáttfús. Það vígi. Og vinir, þegar við erum búin að taka á móti Jesú Kristi sem frelsar okkar, þá geta komið upp alls konar hlutir í holdin okkar sem að Guð vill að við sigurum. Eins og til dæmis það að vera stöðugt í einhverri þrengingu, að vera stöðugt ósáttfús við alla þá sem í kringum okkur. Og vinir, Guð þráir að gefa okkur sigur yfir óvinum okkar. Og óvinarnir, þetta grunnorði fyrir þá, en vinir, þetta andlegur óvinur fyrir okkur í dag. Við eigum að varðveita eininguna í bandi friðar, vinir. Við megum ekki láta vígin okkar verða það mikil og stór í okkar lífi að það vera að hafa áhrif á það hvernig við komum fram við náungun okkar. Þetta vígi. Ósátt fýsi vígi. Þetta vígi sem að Guð vill taka niður í lífið þínu. Ég ætla að halda aðeins áfram. Hetítar. Nei, ég ætla að geyma þá. Mídjanítar, veitir hvað það þýðir? Það þýðir deila og ágreiningur. Jóhanna, ég ætla að segja ykkur sögu af Jóhannu systir. Nei, ég að grínast. Ég man þegar ég var yngri, það var allt deila í mínu lífi. Ég gerði alltaf einhverjum fæting. Ég svo fegin að Guð búin að rífa niður það vígi í mínu lífi. Og ég veit að börnin mín mjög þakklátt fyrir það líka. You're right, segir hann. Það alveg fætingur í mér ennþá. En ekki eins og það var. Það það sem ég að meina. Halleluja. Takk, Jesús. En vinir, jafnvel þóttu fóru inn í Kanasland. Í Kanastlandi, þegar þú komin í vilja Guðs og þú komin inn í þenn tilgang sem að Guð hefur fyrir þig, sem mynd upp á það þegar þau gengu inn í Kanasland, þá voru það risar. Og vinir, kannski risi í þínu lífi sem að þú þarft að bera kennsl á. Kannski risi sem að vill í rauninni koma í veg fyrir að þú takir landið. Og vinir, risarnir þýða líka eitthvað. Það voru þjóðir í landinu. Og mér langar að sýna ykkur hvað það þýða. Perisítar. Það táknum það að vera friðlaus. Vinir, ég þekki fólk sem alltaf friðlaust. Það vígi. Vinir, það ekki eðlilegt að vera alltaf friðlaus. Þegar við eigum Jesú, þá eigum við friðarhöfðingjan. Hann kom til að gefa þér frið. Hann kom til að gefa þér tilgang. Hann friðarhöfðingin. Og óvinurinn reynir stundum að ræna frá okkur friðnum. Ekki leyfa honum það. Ég ætla að nefna annað. Hetítar. Þetta nú aldeilis vígi sem ég ennþá með í mínu lífi. Þetta vígi ekki farið hjá mér. Hetítar þýðir ótti. Ótti í lífiðinu að reyna að ræna frá þér blessun Guðs? Ótti vígi. Það lygi sem að óvinurinn búin að koma inn í líf þitt. Óttin ekki frá Guði komin. Hann hefur gefið þér anda máttar, kraftar og stillingar. Það andi drottins. Og ef það ótti í lífinu, byttu Guð að opinbera hvaðan hann kemur. Og mér langar bara rétt að lokum að minnast á það að jafnvel þótt þið fóru inn í Kanasland fyrir landið og þið verið áttugur af því að þið voru búin að vera 430 ár herleitir í Egyptalandi. Hluti af vígunum sem voru í þeirra lífi, alveg eins og með þínu lífi, ekkert endilega þér að kenna. Það getur verið aðstæður sem að þú ert alin upp við, en það breytir ekki því að það vígi. Og Guð vill gefa þér sigur. Guð vill gefa þér líf og hann vill gefa þér framgang.
Hann þráir að sjá þig vegna vel. En meiri segja, þóttu voru komnir inn í Kanasland, það náðu þeir ekki Síón eða Jerúsalem fyrir mörgum árum seinna. Vitið hver sigraði Síón? Það var Davíð konungur. Og hvað merkir Davíð konungur fyrir okkur? Það var maður eftir Guðs eigin hjarta. Og vinir, sum vígi munu ekki breytast í þínu lífi fyrir en þú leyfir Guði að eiga við hjarta þitt. Guð vill taka úr þér steinhjartað og hann vill gefa þér hjarta úr holdi og blóði. Hvað kunni Davíð að lofa Guði í öllum kringumstæðum? Hann vildi elska Drottinn í öllum kringumstæðum. Jafnvel bara þegar hann var veikur fyrir. Og vinir, það með umskurn hjartans sem að sum vígi muni einungis falla. Rísum á fætur. Halleluja. Ég vona að þið hafi fengið eitthvað út úr þessari predikun.